Sittaseli, komnir aftur. Heyrðu, og það eru áhörendur hérna, við erum á veður eins og vanlega. Já. Fóru reyndar, senastu viku á drykk. Tókum upp smá hliðar. Það var árshátíðar dagur og þáttur, senasta miðvikudag og það var gaman. Það var mjög gaman hjá okkur. Við sko, af því að það er, sko, fyrstilega þegar við erum búin að vera á veður eða sem við komum hingað aftur frá því við vorum í Æxinu. Já. Og þannig að við fórum á drykkur og sátum þar og byrjuðum þar raun og verið að slóta aldrei tónina þegar við byrjuðum á því að fá okkur bara drægin án klaka gin mare sem var reynda mjög gott mjög næs og úr því varð að við eiginlega bara duttum að síðan það var árshátíð og ég held að við hefum seinast stutt í Toronto og það er á undan saman ég segja og það er á undan á seinustu árshátíð þetta er kannski 2 árið sem við gerum þetta saman og auðvitað á árshátíðinni og þá er kíkt út Trippi byrjaði að segja, herðu, hérna er hilla það var áfengishilla, þið gangi bara í þetta það voru mistök og það var náttúrulega bara að byrja ballið það var ógeðslega gaman, herðu, við tökum hana þátt hörku þáttur, þú fóst yfir sko átti svo viðbyrður ríka viku þannig undan sko, þarna var ég búin að sjá sko mannfróa sér, heyri mannfróa sér á Katalínu sem betur fer ekki sjá, bara heim var vitnað einhvers konar mannsals tilburðum á riddaranum það var svona allt í kóbóinu þetta var allt tengt við kóbóin þú veist, og þú veist þetta var það mikið að gera hjá mér Engihallir svona hættulegur? Engihallinn? Já, af því það var gaur að spyrja á Reddit eitthvað ég er að skoða íbúður, þú veist ég var að skoða Engihallar, er þetta tæft? Því líkur hálfviti, og allir bara eitthvað, þú ert með börn, mæli ekki með hvað er auðvitað, þú veist, þetta er aumingjar þetta er sama liði sem vil ekki fá einhvers konar kaffistofu samhjálpar í hverju sitt veistu hvað þeir búa, Norðlingaholti það er svo örugt svo allt í einu opposífur ein nýfstunga og þá þurfa allir að flytja nei, ég myndi segja að Engihallinn sé bara með eitt örugast hverju sem þetta er að finna ég held það, og nema kannski fyrir utan sko barina svo vott, smá mannsal og rung ég meina þetta er allstað þetta er bara öruglega á kaffibrennslunum líka þessu ég segi kudos fyrir menn sem eru á áttræðisaldri og fara að skella sér eitt þorrablót á Katalínu og finna sér svo núna til þess að fara inn á bað og vippa honum upp og fá smá fullnæðingu líka þú veist hversu graður ert þú veist líka það er alveg umferð bara þú ert búin að vera mundarhútspungana það var það örfaði mannskapin alveg sko en sko þú veist alveg að fólk er að fara að koma inn á klóstið auðvitað, þetta er sínu þörf aldrei hef ég skilið það ekki ég heldur ég hef aldrei farið í frakkan annars sem ég aldrei skilið hefur aldrei farið í frakkan ég hef aldrei farið í fórkant það er sínu þörf í því svo sem hvað var það samt hvað varð gæjan sem að ég var alltaf í frakkanum hvað hétt aftur? Svona flassari þetta var mannstu þegar við maður yngri þeir eru bara komin í webkamið sko. þetta var nefnilega liði sem var bara flassari í hverfinu þetta eru dickpick-verðarnir þetta eru dickpick-verðarnir þeir voru miklu fleiri Paldi, og það var alltaf flassari í hverju þörfin var slík að fyrir þú veist dickpics þá þurftu þau bara að fara í frakka út í -10 ekki, þeim eru gláðið sama þeir vilja bara sína hvernig sem það var alltaf svona flassari og mér veist alltaf skrítið eitthvað svona, þú ferð einhvern veginn út áttu sérstanga frakka eitt svona Burberry frakka þetta eru basically þetta viðskiptavinir Kormáks og Skjaldar þetta er svona allir sem að kaupa Burberry jakka er í þessum hugleiðingum ég held að líka Herði, en allavega við fórum á þarna duttum að síða fórum á Hereford nefnilega þannig steikin var góð á Hereford þetta skiptið þú hefur talað að hún sé 50-50 ég hef alltaf sagt það og ég hef alltaf fyrirgefið það heldur það sé 50-50? cirka ég held að sé sko ég held að 70-30 70% ekki rétt elduð og 30%. En maður fyrirgefur alltaf að vegna þessa stemning góð þjónusta sé verðlægir leið það er nefnilega það maður er svo ég eru líka þjónar þarna þú veist ég elskar Hrein sem er þjónanda hann er geggjaður frábær upp á 10 en ef ég segja það sé einhver þú veist ef ég myndi segja þú veist steikin er ekki nógu vel elduð þá fyrir hann að afsaka sér alltaf mikið sem það er þetta aldrei svona nei þetta er nú alveg bara og maður er eitthvað svona þetta er ekkert mál
það góð pæling. Einu sinni, reyndar kvartaði Rapp Svansson yfir steikinni. Já, náttúrulega chef. Og við sátum þarna og Rapp bara eitthvað, ég get ekki borðað þetta. Herru, sér bara okkar mann hrein, labba. Þetta er mest að bowling move sem ég séð. Tekur bara steikina, nei, það er alveg rétt. Fer hendrinni, tekur svo bara með hendinni, tekur af bara grillinu á kokknum, bara taka þessu steik, búm, setja á, gjöru svo vel. Pældi í því power move. Því líkt move. Og þú veist að því að vanleg kokkur. Og hann setja svo flott, þetta var svo gæja. Þegar við séð þetta, tók hann bara með berum bara. Já, geggja, why not? Gjöru svo vel, búm, þessi er lagi, gjöru svo vel, hún var í lagi. Hún var í lagi? Já. En máli núna var þarna konan. Já, og steikin var fullkomlega elduð. Steikin var fullkomin. Fetasalati upp á 10, eins og alltaf. Við slepptum rauðvíninu. Fengum okkur bara bjór og Jack. Já. Það er góðu þimmi. Já. Ég er ekki fyrir rauðvín. Nei. Við fórum að sé við það. Já. Ég raun og veru ekki heldur. Og málið með rauðvín, það sem rauðvín gerir mig, það gerir mig svona slampaðan eins og ég sé miðaldra íslensk kona. Já, það er nefnilega nákvæmlega það er eitthvað svona rauðvínstennur. Þú verður svolítið vankar. Ég sagði þér einu sinni frá því að mér finnst ekkert eins meira ósexy og miðaldra íslensk kona, miðaldra plus, búin að negli sig alltaf miklu rauðvíni, komið rauðvínstennur og orðin svona rauðvínsandfúl sem að lýsi sér einhvers konar svona skýr, æla. Þegar það er oft svona þurrt rauðvín getur mynd svolítið á svona skýr, það er svona skýrelement tóna og þá er komin svona ælu, skýr, og orðin er svona slompu. Ég segi alltaf frekar, haldið ykkur við hvítvíni konur. Já. Hvítvín og freyðivín. Hvítin fer ekki tennurnar. Þú ert alltaf aðeins hressari. Sérstaklega á freyðivíni. Maður verður svolítið hressari. Freyðivíni verður böbli. Já, þú verður böbli og blekaði eiginlega, sko. Því að félagi minn sem kemur reglulega frá útlöndum, sem hlustar alltaf, hann kemur alltaf og þegar hann kemur þá ferum við beint á röngun og hann kaupið svona 3 kampaínflöskur þar og slæra aðeins sig. Já, er þetta New York-vinnuðin? Já. Já, ég þarf að hitta hann. Ég hugsa að við getum orðið miklir vinir. Næsta stopp segi ég nú bara. Ekki næsta stopp, við tökum ferð. Við tökum ferð. En það er ekki stopp. Ég vil vera í ferðalagi. Og ég held að hann búið mér þess að nálægt þarna þínum bar og Donahue's. Auðvitað býra nálægt þar. Þarna ég vil sko býra Midtown. Ég er svona iss. Ok. Chelsea, Midtown. Ég segi, nei, ég vil ekki taka mig í stopp þarna. Því ég vil þetta í það, ég vil þetta harkaliða með sem herramanni og ég vil fara á 1 hútubar. Við fórum seinast. Og ég vil fara sama. Já. Því það var svo... Ég líka. Það var svo magn. Wonderland. Við tökum helgaferð. Mælum við Wonderland eða út í New York. Sko, bara fyrir, eins og þeir segja, plottið þess vegna. Því að þú ferð þangað og þetta er bara 5 leikar á stærsta sviði sem ég sé og þetta er meira svið frekar heldur en eitthvað svona miðjugólfinu þar sem að labba svona mittgólf heldur bara svona, þetta er bara svið, þú færi bara sæti og horfir bara einhverja sýningu og það vill svo til að þær séu bara brjóstunum. Why not? Geggjað, við tökum helgaferð. Já, og beint á tútubar. Heyrðu það, kæri vinur hans stanna í New York. Pældi því, ég ætla ekki að segja hvað heitir. Nei. En sko, við erum að fara að gera þetta, alveg. Þetta verður... Næsta ársáttíð. Já, og kannski verðar 2 á árið þá núna. Já, jafnvel 3 ár. Köllum alltaf að... Já, þetta er bara starfsmannapartí. Já, starfsmannapartí. En allavega, þannig að við förum alltaf Hereford, klárum þar, fengum okkar ekki rauðvín. Reyndar, eitt svein sko, þú var að segja mér að þú fóst einhvern tímann, talandi rauðvín, þá varstu einhvern tímann með vínu þínu. Já, Jesús. Sko, þetta er svo skammarlegt að heyra. Ég held ég að sagt þess að sögu þarna á Hereford, sko. Málið er að sko, maður ávini sem að geta ekki hist án þess að sé eitthvað fucking plan. Ég held að þetta tengist börnum mögulega að sko, ef þú ert ennþá með makanum eða einhvers konar smá svona boredom í lífinu, þú veist þetta er 80s stemningin, þú veist, þetta er svona, þú veist, yes, það er 80s party helgina. Já, best að fara í galla. Já. Og svo er þetta að mynda vikuna á því hvernig þú ætlar að gera í hverju þú ætlar að vera og hvað ætlar að kaupa á. Já, og þú veist, og við erum bara í kvíðakasti við því að það mæti í svona yfir höf. Já, og maður er að redda þessu kortir fyrir og þú veist, þetta er ömulegt. Jafnvel ekki. Og meðan að ég og veginn sem að þau pantað sko fyrir Halloween party 3 mánuðum fyrir. Já, það þarf að plana þetta. Og ég held að þú veist, eins og ef að par á barnabödd, þau rífast öll hvor er að fá meira að fara út. Það er bara, ég hef ekki heyrt, ég hef ekki kynst einu pari með... Já, það er náttúrulega skilnaðferðli í gangi núna, þannig að þau geta ekki rífist meira yfir því. Þannig að það eru nokkur sem að leita til skilnaðar
og váka menn eru ánægir yes, ég sé það, en segð mér að spara þessi rauðvinsatri þetta er alltaf skammálegt og þarna hefur verið eitthvað svona við ætlum að halda smá rauðvinskvöld strákarnir skilur þess sem er afsökund til að fara út heyrðu, og þá voru við beðnir að allir að koma með eina rauðvinsflösku og kynna það í svona PowerPoint sýningu þetta er ekki lagi nei, þetta er það ekki þetta er lélega aktivitet sem ég heyrt á æfinni þá þurfti ég að setja saman eitthvað helvitis PowerPoint þetta var vinna og þarna, eða skilur við, vinna sem maður hefði betur sleppt en eða bara hvað var bara það bara heyri, ég lefði ekki bara eitthvað og bara fá okkur smá drikk og þú farið rauðvinni og þú vilt, þú farið hvítvinni og þú vilt þú farið þér, þú veist engin PowerPoint, þú veist og varstu með PowerPoint? Sko málega, ég var last minute þannig að ég korteri fyrir, þá fann ég sko bláberjavín sem að konans pappa frá Kína ok, kínvest bláberjavín já, hún gerði það endur Siglufirði þannig að mín kynning það voru 2 slætur það var mynd af Siglufirði og næsta slæta var mynd af henni og svo held ég bara í bláberjavín restinn var basically með 9 Crimes by Snoop Dogg þannig að þú veist, það var þetta og að sjálfsögðu hrundu við það mikið í það þið eruð svona slompaðir við eruðum nákvæmlega sem við vorum að tala áðan allir með rauðar ógæstatennur, allir andfúlir rúluðum einhvern veginn í bæ, náðum held ég að vera kortir á röngina eða eitthvað og þú veist, að því að maður fer að drekka þetta bara eins og bjó en þetta er 12% og þú veist, þannig að ég er fólk glýmir því aldrei þegar miðaldri íslenska hvítuskonan í þessu tilíki rauðvinskonan er að hella í sig þá gleymir viðkomandi að þetta er 12-14% nefnilega og það er verið að negla sig í sig og því meira sem að drekkur, því hraðar drekkum með það af því að þá fenn maður að líða eins og þetta sé bara bjór og þú veist, ég eftir þetta PowerPoint kvöld hef ég eiginlega ekkert mikið drukkið rauðvín ég er búin að fatta það er bara það tvennt sem ég á að vera í sleppa öll öðru já, bara verið bjór og tjökk eins og við gerum að heyri svo gleymi ég sér alltaf og fer í einhver svona önnu tilbrið en þú veist eitthvað svona gin og tón þetta er bara svona kokteilar eitthvað svona kokteilar, tekið einu sopa já, svo er það sko og það er 20% oft og það er 20%, já en heyrðu, við fórum hér 10-10 hér endum svo á þarna ég fórum að syngja á veður og þar var það var barleiti í verðlaun já, fyrir konurnar og við alveg bara áframkonur allan tíman og það var þetta búið þegar við kom en það var ógeðslega góð stemming það var stemmari í loftinu það var geggjuð stemming á við það var allir til í tuski fannst mér og það er alveg smá svona, það er svona keppni nú er ég ekki duglegur að mæta á þessi keppnir en það er líka bara introvert í raun já og það fylgir líka jam og við erum típan við jammum bara svolítið þegar við nákvæmlega viljum þetta má ekki vera þvingað við látum umhverja ekki tilstaklega mikið stjórna því sko. en það sem ég gerir svo oft þegar það er svona barþjónakeppni og svona bransatri að það myndast eftir þetta skemmtilega það var svona allir bransin saman og allir að skála já, nákvæmlega og eitthvað svona sem hittist ekkit alltaf og þannig að það var ógeðslega gaman við og alveg sko Guinness í Kronenberg hérna og allt í rugli svo endum við á því að fara á Ærismenn beint í karaoke og þar hittum við fólk frá Akureyri og Ólafsfirði þú varst að syngja og söngla frumustuði bara hérna og samsöngur og duett og einsöngur og mér er bara fátt skemmtilega bara í klasi þú varst flottir, ég á myndaðir ég fekk senda 2 myndir að þér var fólk að senda bara myndir af mér já, ég fekk senda 2 já, flott, ég til í það, paparazzis en sko, mér finnst fátt skemmtilega bara með góðum vinum að blasta fólk getur verið út í horn að spjalla það þarf ekki allir að þetta er bara svona þú ert að söngla og svo kemur eitt banger og þá syngja allir með jafnvel og þetta er mér þetta fullkomið svona allir brjóti upp já ég er sammála og enda líka var þetta það og við dettum hann í feeling og ég þú varst vel að bara segja mér fréttir á þann ég tók ekki svona eftir í en það voru vist einhverjir Ólafsfirðingar hérna já heyrðu málega svo ert þú þarna sko að því að það sem að sko góða og besta við það að vera með þér er að sko, ef þetta hefði verið einn annar vinur minn, nefningin öfn þeir vita sem vita þá hefði þetta orðið til dæmis þarna í þessu tilviki þarna einhverju 2 gæði með derring við þig já þú ert algjörlega nonchalant alveg drull og tekur ekki eftir tókst ekki svona eftir í og þeir eru einhverju að reyna að taka mikrofónin og alltaf fara með einhverju tilbyrði að vera með stæla og þú ert bara í þínum eigin heimi góða heiminum að syngja að söngla þannig er þú bara á heimavelli upp á þínu sviði og þeir eru eitthvað súrir og ég og þú ert bara lalalala nema það, din vin Sven hann var hvað að taka
algjörlega þessu ekki vil upp. Eldri bróðurinn. Já, og ég bara veð í þá og segi bara, follow up. Já. Ekki takk í danna minn. Sem ég finnst svo falleg. Já, og þeir eru þetta eitthvað pyrraðir og úr verðinu, þú ert bara ennþá að söngla bara í frumu stuði. Þú ert bara trublaðu, hann er langsins að ég bara verið ennþá meiri friði. Og ég er bara komin í einhvað, þú veist, að þeir einhvað, veist hvernig ég þekki og ég bara, þú er ekki hugmyndi hvernig ég þekki vinnur. Sko, þú sagðir ekki fyrirbræði þetta. Nei, af því að það er fátt hallarislega en að segja þetta. Og þarna ætli þessir ólagsfyrringar með derring að vera með einhverja stæla. Farði í þitt eigið fætt. Og ég er með stæla við þá, þeir eru með stæla við mig og þú veist, úr varð einhver svona, þú veist, derringur á móti derring. Hilarious að segja við þig, þú veist ekki hvernig þekki. Það sem þú ert eiginlega bara með 90% glæpamönnum Íslands í bara í phonebook. Og eina Mæju með. Og eina Mæju sem er nagli. Og þú veist, þú getur líka hringt í hana. Já, fælst í hana. Og hann er að segja þig, mér finnst þetta, fólk, nú er þetta bara smá svona, ég ætla að vara fólk við, ef þú ert á jamminu og vilt hendi einhver slagsmál, fyrsta lagi farðu bara í eigin slagsmál, ekki vera að blanda okkur í þetta. Já, eða sko einhverjum sem þú þekkir. Það getur verið að ringja einhvern vin bara farið bara í eigin fætt af því að þú ert að pikka þetta fætt það skal þú bara berjast sjálfur. En ég ætla að klára samt með þetta er að það sem að mér fannst aldrei gaman að svo er þú bara farin. Það er bara Melli búin að sækja þig, þú ert bara farin, ég er dregin út, oft einhver fara með ykkur og kalda, þar sá ég mann sem var svo leiðilegur, þannig ég fer aftur og ég segi við viðkomandi sem ég var með, ég segi, ég vil fara aftur, þetta mál er ekki alveg búið með þessa herramenn. Að leysa þetta. Þannig ég fer og það er eitthvað sem komin aftur derring á móti derring og allt í einu fatta þeir bara, ok, við skulum ekki vera með stæla við þannig mann, biðum afsökunar, úrf kemur að auðvitað þekki ég svo bara vel pappa drengsins. Þannig að það fatta, ok, þetta er krakkaskítur, þú ert fullur maður Svenni, nú skulum við bara þú þekki pappans, bara elsku nú skulum við bara spóla tilbaka og klára þetta bara, þú veist, á góðan hátt. Þannig að þetta endaði bara í einhverju svona vináttu. Bara heyrðu litli gutti. Ég sagði bara skila hvað er pappa þinn. Já, og bara takk fyrir seinast, wink wink, þú veist hvað ég meina. Þegar þér hann ekki að það giftur, mömmuðinni. Þannig að, þú veist, en ég ætla líka að segja, sko, farið í eigin fætt, eða þú veist, taktu þín eigin fætt og ekki segja þú veist ekki veistu hvernig ég þekki og sérstaklega ekki við Sven af því þarna var hann að leika sér að eldinum og þú hefði getað tekið upp sín tólið bjallað í eitt sko stórhættulegan þess vegna sem hefði í rauninni bara mögulega myrkt á í rauninni ekki, en þú varst náttúrulega bara að segja á móti ég bara komið comeback þú þarft eiginlega að segja á móti þarna endaði þetta hjá mér nema það að og þið voru bara sáttir já, svo fer ég bara heim wink wink en þið pappans en þarna ég já, það var ég minnst fallið, þú er svona eldri bróðurinn en það sem gerist er að ég vakna daginn eftir þú þurftir að finna ammali, kærasta þín átti ammali bara löns Rapp Svansson hjá mér í bænum, þannig ég þurfti að hitta hann líka í löns og sem að við vorum bara sikkurum staðnum í löns, í liquid löns ég fór í koktela þarna á kól, góðu koktelar góð steik, góð dessert aðeins og æstur þjónn en það er bara svo það er. Það er pirrandi samt. Hvern æstur? Sko, það er umlað til 1.000.000 tegundir af æstum þjóni og þessi var svona að hamast í manni með að fá sér annan drikk. Ég skil. Hann var rosa spenntur fyrir því að við myndum taka einn í viðbót svona flörti hvað segir, er ekki lífið núna? Er ekki einn espresso martini í lokin? Stelpur, eða vilja bara krakka? Það er engin morgundag krakkar, já, please. Og hvað, er ekki klukkan 5 einhvers staðar? Veistu það, mér langar þegar fólk tekur þetta, er ekki einhvers staðar 1 o'clock einhvers staðar? Oh my god. Veistu það langar maður að taka liðið? Já. Og jarða það. Ángríns. Þá langar maður að hringi glæpamann. Ég veistu hvernig það ekki. Já. Nei, ég meina, þetta er, þetta er ógeðslega óþægilegt af því að, maður verður smá mútkiller og verður þetta er komið gott. Já. Þá ert þú allt í orðin eitthvað svona, ég veit það ekki og það er svolítið uppáþrengjandi taktar og það er talandum, uppáþrengjandi ef þú segir við hrein á heri að steikin er ekki góð, þá verður hann svolítið mikið, þú verður að stíga aðeins frá borði og leifa það var ungur og graður æstur drengur og rosa ánægð með það máli er hann á eftir að uppgöta það einhvern tímann það er sko eins og við erum að tala bestu þjónarnir og sérstaklega bestu barþjónarnir er þú ert byrjað að hata bransan algjörlega þá ertu upp á þetta þegar ég er í fússi að þjóna
þá ég besti þjóð sem þetta að finna. Þá líka, þegar þú kynnist ykkur nýju fólki, eða tengist góðu fólki sem þú ert að servera, kom með leið á þessu, þá verður það miklu meira alvöru tenging. Þá ert ekki bara búið til fake sambönd, svona, hæ. Og hann á líka eftir að detti þá, hann þarf að vera aðeins meiri fyllibitt þessi drengur. Algjörlega. Hann þarf að, mögulega einhverju tímabúti að misnota eitulif. Já, smá. Bara í alvöru. Og svo kemur þið tilbaka, svo þarf það að brennast út, koma aftur tilbaka, aldrei fara í kulnun, samt? Nei, aldrei í kulnun, draga niður dópamínið aðeins. Og þá hann verður flottur. Já, hann var með góðu þjóð, skilur. Hann verður flottur þessi drengur. Og bara 10-10 á 10-10 á heri, 10-10 á kól. Já, flott. Kólur alltaf geggja. Heppin þú. Og ráða bara íslensku mælandi þjónar. Já, ég þetta hrifinn af því. Ég núna og Bent og gera þetta líka á apotekinu. Þeir eru bara með heilu kynslóðunar af bara systkinum sem að unnið þarna. Þú veist, það bara systir einhvers byrja að vinna, svo hættir súma viðkomandi manneskja, kannski bara, þú veist, í sömu námi, þá byrja litla systirinn eða barnið eitthvað, þú veist, þetta er ótrúlega flott stemning og ég verð að segja, þú veist, bara, þú veist, auðvitað þurfum að fá fólk til þess að vinna vinnuna og fleira og það er bara ekki nóg á því. Já, ég meni, þetta er ekki að gera hvað þú ert, þetta er bara íslensku mælandi, en við erum með heilar flugvélar af eldri borgurum sem að fara til Kanari og meira svo Kanari, það matseðlar á íslensku. Já, tenni. Fyrirlið og tenni og þetta. Þú veist, þetta fólk sem bara ekkert með enskuna á hreinu og þeim líður bara vel að geta að fara á kól. Í einlandi. Já, heri líka. Já. Og fengi að tala tungumáli sitt. Já, ég skil það. Og ég meina það álíka bara vera áhersla á bara fyrir fólk sem að vinna í veitingastöðum og hugsa bara, þú veist, það að tala sérstaklega fyrir fólk sem erlend fólk sem búið að vera hérna heil lengi. Flestir nú bara mjög duglegir að byrja að læra málið. Algjörlega. Og þarna en þetta bara vera hvati fyrir fólk að vera bara núr þegar vinna veitingastað, þú veist, þú ert á þessu landi, þú veist, má ekki byrja að vera að kíkja á mými í smá námskið, íslensku námskið. Já, ég meina, það ekki niðurgreitt eða jafnvel ókeypis? Hugsa það, Efling, Solvan hefur síð til þess. Jæja. Okkar koma. Ekki að virka. Að einhverju leyti. Já, einhverju leyti. En að því sögðu, en veistu hvert ég fór? Já, þú fórst í Löns. Ég fór nefnilega í Löns. Það kom bara eitt stað til greina hjá mér. Býtu, á ég ekki skaka? Já. Í Löns? Já. Ekki ská? Þunnur? Já. Eiríksson? Nei, nefnilega ekki. Gott gisk. Þannig reynda fór Rafn og þau kvöldi ára, voru ekki vist mjög ánægð. Já, ég þarf að heyra betur í mig. Já, þurfum að fá review. Því ég alltaf ánægðar, en það annar mál. Nei, ég fór Two Guys. Þar fór ég fyrir mér bjór og hamborgur. Ég alveg verið talað í sama ef þú ert eitthvað í næstu skúfu af þingu eða annað. Bjór og burger og Two Guys. Já. Held ég geti lagað allt. Já, frosi glas, fórum yfir þetta daginn, frosi glas, einhver væpöðna líka sem að mig langar raun og verið ekki að fara þarna nema ég sé þunnur. Algjörlega. Í alvöru, og þetta segja eins jákvætt og hægt að þetta er rosa stórt rými þarna, eins og við fórum í gegnum síðast. Þetta er rosa stórt rými, raun og verið að fára þarna á ferli, mikið volt. Einn og einn túristi og bara voltari á milljón. En þú situr einhvern bekk bara eða við einhver borð, ert bara að fá einhvern besta burger held ég sem til í heimi. Já, nei sko því hann er ekki ofsveittur. Nei. Hann er akkurat milli. Og frosi glas, eitt light, þótt að sé Viking light, skiptir ekki máli. Já. Og þú veist, og þú einhvern veginn, þú lagast, allt taktu 2 bjóra, ef þú ert í stuði, ef það sá gállina á manni, það er eitt Jack líka. Já. Ég alveg talað, þú ferð út, endunarið. Ángríns. Þetta er, sumir segja farið í spa, til þess að láta liða vel. Ég segi fara á Two Guys til þess að láta liða vel. Já, spa er maður overkill sko. Ég segi Two Guys. Nei, ég bara get ekki meira allt með þessu. Og veistu það, næst ég dætt í það, þá hlakka ég meira til að vera timbraður. Þegar ég flýti Kópavoginn góða, þá mun ég taka fjarkan, eða leið 2, eða ásinn. Ég hef 3 option. Já, pældi því. Stanslausir strætóar bara, já. Þú veist, þarna er við 3 option til þess að fara á Two Guys og djöfull lakaði til. Sko, þetta var alltaf mynd. Og engin æstur þjóð að böggast í manni. Nei, engin einhver gæi að vera bara eitthvað, það er nú einhver stað að væna og klakku. Já, nei, alveg lausið það. Ég alveg talað, það valla fólkin enna afgræða með þarna. Já. Þú veist, það er alveg þannig. Nákvæmlega svo viljum aða. Já. Bara allt eins og að vera. Þannig að þetta var sem sagt í raun og veru mitt, svo fór ég aðeins á þarna, fórum aðeins á Ærismenn, svo lappaði með þeim, þau fóru Eiríksson og fengið sér að borða og þá bara nefndi ég ekki mér, þarna var ég bara algjörlega sigraður. Þú náðir að, svona, því að stundum kemur galsíman? Já, nei, aftaliti var ég komin heim, þannig að þetta var svona mjúklending í raun og veru. Sem er alltaf en síðan best. Það er búið að vera mikil uppbygging á mér.
það búið að vera rosalega mikið úlfarsfell, okay. Það búið að vera mikið rækt, mikið kreatínótkun, já, þú veist, allt þetta helsta. Ég meiri svo eitthvað að gilla við það. Og bara einhvern veginn algjörlega komið tilbaka núna og að hugsa Danni, hlustaði hér nú. Ég ætla ekki að fá mér vinglas og þetta segi ég, fyrir mörgum þetta ekki stórt, fyrir mér þetta stórt. Já. Í dag 12. febrúar, ég ætla að fá mér 7. mars. Ok. Þá ég að fara á Akureyri með góðum vinum og Grenivík. Ómeðlega. Nei, ok. Víkingur þann. Já. Og það við erum að fara stór, bara mjög skemmtilega hópur. Þannig að þú Siggi Sprútsali, þarna Silvía Korn Hans og fyllt af fleira fólki. Við ætlum að redda bílstjóra til þess að skutla okkur frá Grenivík norður og Akureyri aftur. Norður eða á Akureyri. Flói væntanlega? Nei, við ætlum að keyra. Það getur verið að nýta sér. Nei, af því að þú veist, þetta bara, þú veist, við erum að fara að vera enn nokkra daga og maður þarf að vera með eitthvað dót og ég menn annars þyrftum maður alltaf að taka bara bílalögu bíl. Það er rétt. En við ætlum að fá bílstjóra til að skutla okkur frá Akureyri, frá Grenivík á Akureyri og sækja okkur aftur. Að þau verðum að fara á North. Þannig að þá verður fyrsti drykkurinn. Það er búin að vera 3 vikur í pásu, minnst það nóg. Það er bara rosa passlegt. Ég meina, ég verð með þér sennilega. Í pásunni? Nei, málið að það er bara ekkert að frétta framundan einhvern veginn, þannig að mér er alveg sama og þannig að ég að spá í, ég ammæli 20. mars, ég er ekki alveg þangað en svona eitthvað í áttina. Eitthvað í áttina mars. Já, allavega með því til 7. mars. Já, ég hlakka til. Það er líka bara ágætt. En veistu það, þegar maður er búin að vera á smá svona brennivínsvillir eins og ég er á, þú veist, og þetta svona kíkja, fá sér eitt hér, eitt þar, við erum alltaf í Kópavogi. Telur. Þú veist, ég aðeins búin að overstay og welcome í Kópavogi. Já, þetta telur líka. Meirins að fara í 3 telur. Og ég veit það, og ég einhvern veginn er bara, en maður verður svo yrðarlaus. Bara í gærkvöldi, þá verður bara eitthvað fuck it, ég þarf bara að fá melatonin eitthvað að leggja mig, annars ferði bara, þú veist. Já, annars bara ferði bara á Eriksson. Þetta er náttúrulega mjög alkalegt, ég veit, það gerir mig grein fyrir því. Talandi um alkalegt, viltu taka smá pásu, eða við getum farið beint inn í þetta. Ég er nefnilega... Já, sko, Grapevine var gefið nýtt best of og við erum að fara að blinda í það, við erum ekki búin að skoða það, þannig að gaman að sjá það bara ferst. Mér langar líka aðeins að fara í gegnum lýðheilsufræðing sem við hlustaði á Bylgjunni í gær. Já. Veistu það? Ég er í fússi. Svo snerti ég kannski aðeins á Eyjum, ég var þar í... Við veit að gerum við það, nóg eftir. Nóg eftir. Komin aftur, ég er búin að pissa. Já. Og... Við erum komnið með Grapevine, en ég ætla að klára Eyjar. Já, þú fórstu Vestmannaeyja, þú varst með einhverja rosalega mynda eitthvað hægt. Ég var smá, verði að segja. Það er að fólk er búið að gleyma príkinu. Nei, sko, þú veist, það er náttúrulega versus ég veit það, en það er engin stíg eins og stígin á príkinu. Sko, þetta er ekki sambarilegt lengur, það er ekki hægt að bera þetta saman. Ég sett í stóri, ég get séð hvernig, ég held að, þú veist, málið er þetta byrjaði sem eiginlega smá... Mali, ég er bara smá heit á röngin, ég verð bara að segja það. Þannig að alltaf þegar kemur eitthvað röngin, þá bara... Þetta er love hate hjá mér, sko. Ég gýrast alveg upp af einhverjum pirring þegar fólk er að tala um hvað röngin er frábært, eins og þegar fólk er að tala um hvað Bríett er geggjur tónleiksönguna. Ekki sammála því? Fullkomlega óbærileg. Heyrðu, það var slatta atkvæði og röngin... Já, bara fyrir það sem ekki vita ég setti í story að spá í sko hvor stíin væri hættulegri fyrir ölvað fólk, stíin á Lundanum í Eyjum eða stíin á Röntgen í Reykjavík og Röntgen vann 56%, ekki rúst. Þetta vann Röntgen, það 90% liðinu hefur aldrei komið á Lundan. Já, svo er það. En ég fekk fullt, já, væntanlega ekki. Ég fekk fullt af skilabóðum prikið. Já. Það gleður hjarta mitt. Algjörlega. Það gleður mitt gamla prikhjarta. Ekki spurning. Og þarna, sko, málið er að ég sem sagt fer, þarna, í Eyjum, sko, tengdapappinn gerir alltaf, og hann svo mikil mistari, hann gerir alltaf geðveika, Datti, Bjarni Ólafur, hann gerir sko því líka nautalund maður og bara svona Bernes alveg frá grunninn maður og ekki aðskilinn. Hann er bara geggjaður og svo er Guinness-stæla á heimilinu.
Þetta náttúrulega írst fólk eins og komið við fram. Þannig að það var bara Guinness og steak og Hvernig Guinness og steak? Bara geggjað kombo. Já. Hann fer þungt í magann á sumum, Guinnessi. Hann fer þungt í magann á mér, sko. Hann fer létt í magann á mér. Já, sem skrítið að þegar, sko, máli Guinness, ég getur ekki 1 Guinness, ekki mér. Nei, ég get 20, sko. Þetta er meirunabjór. Þetta er bara það. Hann næstu í að léttur og light í kaloríum. En, sko, þannig að hann voru Guinnessar og svo eru þau tengdafóreldarnir skemmtilegt fólk, þannig að við förum bara öll saman á Brothers. Já. Og ég spjalla við Jóa á Brothers, hann sem með þetta. Hann að brugga þarna bjór á Milljón maður og topp típa. Já. Og æðislegur staður. Ég er alltaf mjög elskar næsta. Alveg geggjar. Og svo erum við svona eigum heim eða eigum að reka nefið inn á lundan. Já. Sem að við gerum. Og þarna var einhver stelpa búin að join okkur, sko, Eyjamær. Já. Sem að var svona læt í henni og svona smá skvetta. Já, fullkomið orð, sko. En skemmtileg. Já. En hún það voru við sem fórum að rífast hann stiga. Hún var að segja að við erum með góður, hvað þau eru leiðilegt. Já, nei, sko. Jesús minn almáttugur. Og ég eitthvað kom með prikið og hún var það unga, hún hafði ekki farið á prikið. Jesús minn, sko. En og svo var ég eitthvað. Ég get sagt rétt með svona skvettir. Já. Ég get þær undir svona rétt, ég var að tala við hvort það hefði verið Rapp Svansson, það var einn skvett að vinna á Túka sem daginn, sorry, ég ætla bara rétt. Já, endilega. Og hún svona skvetta og ég í þannig gír, svona þingugír, að ég eitthvað voru hrifin að henni. Þú veist, ég byrja eitthvað svona að grína í henni, hún byrja að grína í mér, heldur augljóslega ég sé að reyna við hann örgulega. Ána með það. Og þarna hún eitthvað svona gírast við það og ég segi við Rafn eitthvað, þessi getur verið vinkona mín. Já. Og Rafn horfði að maður sagði, já Svenni, hún getur verið vinkona í svona korter. Já. Svo myndir að hata hana. Svona eru skvettir á mér. Já. Ég get þau, en svo get ég alveg fengið bara, nei. Þetta er gott í hófi. Já. Þetta er rosa gott í hófi. Og eiga skvetta, þú getur ímyndið það, sko. Já, þetta er bara landsbyggðarskvetta. Já, landsbyggðarskvetta, já. Og svo sem sagt, svo er þarna einhver bleka, sko, þú veist þessu fyndið, það er náttúrulega bara aldraður blekaður sjóar þarna, það eru 18 ára krakkarnir sem eru að stelast inn, þetta er náttúrulega bara alvöru landsbyggðarbar, sem er náttúrulega bara frábært. Já, auðvitað. Ógeðslega gaman. Já. Og dansgólf. Já. Og reykvill og allar græður. En svo var einhver gaur hérna, krakkarnir voru svolítið að nýta sér sjóaran að fá drikki og svona. Örgulega bittan, splæsir. Já, og ég alveg svona, þetta er nú svolítið sorglegt eitthvað, hún eitthvað, já, maður gerir þetta bara, skilur, ég get fengið hvað sem er, til þess að kaupa drikkandi mig, segi skvettan, og ég eitthvað, já, sanna það, kondur hún með 3 drikki handa hverjum. Og hún fer og hún miskildi þannig að sko, hún fó bara að worka einhvern gaur, fekk 1 drikk og var eitthvað svona montin með sig og fór svo að worka annan fyrir annan drikk fyrir sig, þannig að hún fór bara, hún miskildi. Já, þannig að basically hún er alkoholisti. Þannig að hún fór að worka, þannig að hún var eiginlega allt kvöldið bara að tala um einhverja gauра og hösla með barn og mann heima og þú veist, til þess að fá sér drikki og þannig að við litum bara hverfa þegar hún var komin í 4. mannin, sko. Bara, heyrðu. 4. mannin og heim með þig. Bara let's go, beint heim, sko. Þannig að þetta var Eyjar hjá þér. Eyjar hjá mér og svo náttúrulega sjálfsögðu börrin í Herjólfsleiðinni heim. Shoppiborgarinn. Ógeðslega góður og franskatunni upp á 10. En heyrðu. En ekkert eins gott á Túkas. Já, Túkas er bestur. Næst því ég fer á fyllirí, ég held ég fari bara á fyllirí, ég held að því ég fer norður, þá ætla ég að koma heim og ég ætla að láta skuttla mig beint á Túkas. Ég ætla að vera þannig timbraður að ég verði þar í svona nokkra klukkutíma. Já, ég með þér. Já, það er ekki, ég hringi þig. Þetta er bara heim í okkur, sko. Ég fór mér þess að... Ég vel líka með einhverja sögur sem ég get ekki alveg sett í syndaselum. Já, algjörlega. Ég fór líka fimmtudagskvöldið í Lúin og taktu. Já, ég fór þar daginn og ég verð að segja, ég var fyrir vonbrigðum. Mér veist að það hitti í mark, það var náttúrulega eftir þingu árstíðina og það var fínt, sko. Ógeðslega franskar. Ógeðslega, líka KFC, við eigum þetta inni þessu umræðu. Þetta er þingu bara pælingarnar, sko. Já, heyrðu, það er komið að því, það er greipvæn, það er Reykjavík. Best of 2026. Já, svona vorið, spring. Já. Þið gefa þetta út allt og oft. Er það alveg svona velun? Já, er þetta ekki summer, fall? Þetta er bara einu svona ári. Ég sé auglýsingu frá veður hér.
Já, ég sé hérna svona litla auglýsingu. Já, Veður að kaupa auglýsingu. Veður aðeins að reyna að kaupa sér smá verðlaun. Annars værið ekki hérna. Það þarf að kaupa sér spottið best of. Það er málið, sko. Ef maður byrja að sá því að við erum búin að spotta, þetta í 3. ári í röð, þannig sem við förum yfir Reykjavík best. Gerðum alltaf með Tómas Steindors. Já, ég er ekki heyrið núna. Og þarna En ég getur alveg tekið þig í keppni. Nei, við skulum bara... Þau erum bara yfir þetta. Já, eða... Eða að taka smá svona. Tökum kannski 1 og 1 flokk. 1 og 1 flokk, ekki alla flokka, það tekur alltaf langa tíma, sko. Því að ertu búin að byrja að skoða dæning? Nei, ég hef ekki skoðað neitt. Ég ætla að leyfa þér að giska á hver er best goddamn restaurant. Best goddamn restaurant. Þetta goddamn dæmi er svo kjánulegt. Þetta er alveg glatað, sko. Svo edgy, sko. Ég veit að... Svali, sko. Best goddamn restaurant. Þú ættir að ná þessu. Ég veit að ég er, sko, það eru náttúrulega, sko, þú veist, við vítum að runners-up þarna, eru náttúrulega skál, við erum með, þú veist, súmak. Skál er rétt, súmakar ekki á blaði. Sko, þú líka núna, þú verður að hugsa eins og einhver erlendur penni hjá Greipvæn. Já, indverski blaðamaðurinn. Já, Surúli. Já, sem er búið í Íslandi í svona mánuð eða eitthvað. Með að við hvernig valið þetta. Já. Ok, sko, ég veit ekki, best goddamn restaurant. Skreið. Nei. Austur-Indía-félagið. Hvað er að þeim? Okkar kona reyndar geggjaður í indversku staður. Ekki þar hrifin. Ég er það. En sem best goddamn. Þetta er eitt besti indverski veitingastæður í heimi. Nei, ekki þegar ég fór. Ok, það er mjög langt sinni ég fór. Já, en það hefur klikkað. Komdu með mér. Þurrasti kjúli sem smakkaði æðinni. Það er ekki rétt. Hann byrja að opna og það klikkar ekki. Já, þetta hefur verið off-kvöld. Þú hefur verið eitthvað skrítin. Vantar þrjá ég veit að það vant. Já. Sko, Símon og sammálaðir. Við verðum með Mike í þarnæstu viku. Já. Þá kemur Símon í Mikeinn. Þá kemur hann hrassinn. Því hann er alltaf þetta stúsast að vinna við veður. Við verðum að hafa Mikeinn opið þannig að hann getur bara svona stokk inn. Já. Og er alltaf að hlusta á okkur. Og ennáttúrulega gýrast upp, skilurðu, gýrast upp og vilt alltaf koma með, þú bara heldur hann að kalla. Já, þú kallar inn í Símon minn. En Austur-Indía-félagið, og þeir náttúrulega vinn í fyrra og hitt í fyrra og þetta er bara sama en svona runners-up, er það skál eða? Það er skál og la primavera. Auðvitað er það. Við skál ætti að vinna þetta. Við skál líka, sammála því samt, með allir vinningu fyrir Indian og tandur í ofninum. Búin að vinna svo oft líka, það er að deila þessu. Heyrðu, besti burger. Já, ég vildi ekki skap. Besti burger. Two Guys. Já. Í alvöru eiga skilið. Þetta er 5. árið í röð sem þeir vinna þetta. Já. Og, annað árið. Nei, sko, 4. árið í röð. 4. árið og vel að þessu komin. Deildu sem meila kokk. Vel að þessu komin. Ég elska líka kokk líka. Ég elska samt sem var Two Guys. Já, Two Guys vinnur, þú veist. Og hann upp líka vitabar, sem er áhugavert val. Já, en það er eitthvað svona hipsteratri, eitthvað. Ég veist það myndi ekki, sko, ég á fullt af vinnu sem er alltaf eitthvað, fyrir maður vita bara sunnudum og fáum okkur einn og steik, mér langar bjórinn er ekki góður á þetta. Nei, þetta er bara túle í einhverju. Nei, þú veist hvernig bjór getur við stundu verið svona olíukendur. Ég hugsa þessu ekki verið að þrífa dagletan þarna vel. Ég held það er mitt mat. Mér finnst alltaf læg, mér finnst þetta bara, ég finnst það fín. En besti gott er menningarstofnun að einhverju leyti. Stemmingin upp á 10. Já. En við erum að tala börra, sko. Þannig að það er bara sér. Ef að taka, já. Sko, ég ætla að segja bara besta bakari. Segðu bara besta bakari. Á ég að gíska? Nei, ég skal segja það bara. Deig. Nei, þeir eru ekki einu sinni, sem er skrítið. Heyrðu, það er Sandholt. Já, Baka er algjörlega hægt að fá þennan vinning í dag. Baka er ekki einu sinni raunisöp og þetta er 4. ári í röð að minnstakosti sem að Sandholt vinnur. Við höfum nú tekið það fyrir, ekkert eitthvað allt og ég keypti daginn eitthvað svona. Ég er heldur ekki fyrir utan 280 bakari. Já. Þá er ég ekkert mest í bakkelismæri heimi, sko. Ég get verið, ég kemur ekki alltaf við hérna í 280. Já, jú, en það er líka, þetta er vini mínir. Og gera mjög gott. Og minnst það mjög gott líka. Og minnst þetta líka, ég vil efla klappast í menninguna. Ekki spurning. Einu sinni viku kem ég hingað, tek upp þátt með þér og þá er þetta bara svona partur af minni rútínu að koma við hitta Begga, þú veist, knúsa Ara ef hann er þarna. Ekki bara veganstað. Nei, veganstað. Mamma var ekki að þvæla staðna einhvern tíma. Já. Það sem er mjög eitthvað út af karat. Það var ekki eitthvað köld á sín tíma? Mjög skrítið, jú, hún er í kvöldi. Herri, allavega. En sko, málið er að ég fór daginn á Sandholt. Ég ætlaði að gleðja Melli og kaupa eitthvað svona konditori, eitthvað svona fancy dessert. Við erum alltaf að horfa á bake-off og eitthvað, það var svona stuð í því og keypti 2 típur af einhverju svona dóti, það var hvorugt gott. Ég bara, þú veist,
ég veit ekki. Svo sem stemningin líka allt og túristar. Þetta svo mötuneyti. Þetta alveg glata. Þetta mötuneyti. Þetta það. Herðu, ekki nóg annað með þetta. En... Ég líka fíla það sem ég ætla að peppa meira Klappastíðin og 280 bakari. Það friendly neighborhood stemningin. Þú veist. Algjörlega. Og þú veist, það ekki of mikið af einhvers konar asísku moonboots að þvælast fyrir mér. Það ekki part af einhverju hóteli. Þetta bara lítið útibú. Meira svona minna asíst moonboots. Já. Halda áfram. Hefur þú farið á Bubble-staðin og efst á Laugaveginum? Nei, aldrei að fara. Hvað þetta? Þetta enn? Já. Ok, þvottamistuð. Nei, það alltaf asíski túristar minni, sko. En heyrðu, besta kaffihús, eitthvað ómerkilegt, bara Reykjavík Roasters. Alveg hipster. Þú rennir bara þessi gegnum þetta núna bara. Já, algjör hipster staður. Heyrðu, best place for a fancy meal. Ok. Það náttúrulega þinn staður Dill. Auðvitað. Og Rönnisveppur Óks. En Dill vinnur sjálfkrafa, myndi ég að segja. Ég reyndar held að næsta Michelin recommendation verði Lola. Já. Ég held að það verið tekið af, ég held að þetta verið tekið á Otto og fært ragleis yfir á Lólu. Ég held að Otto ekki séns ég halda þessu. Nei, ekki drýfur. Ég held að staðurinn endi ekki út árið. Það verður að koma í ljós hvernig, hvort að þeir, ég búin að heyra frábæra, ég náttúrulega fyrst sem ég heyrði Lólu var eitthvað tæft, en svo allir aðrir búin að tala svo vel um þetta. Stemningin bara geggjað henni líka, sko. Við verðum að fara bara. Svo erum við með best value for money, það Deig, og þú veist, já, en ég elska Deig, minnst það bara, best vegan meal, jú, það chickpea, alltaf sama bragðið. Já, satt, en ekkert vont bragðið. Nei, bara fínt, sko. Alltaf sama bragðið. Þetta baunabragðið. Við erum með best seafood. Ok. Má ekki skilja, fiskfélagið? Nú þarf ég að hugsa. Hvar það aftur? Það á Vesturgötu? Það þú veist undir þarna. Já, það Vesturgöta. Já, það réttur. Fish Company heitir það á ensku víst. Já, Fish Company. Það stendur bara það. En þetta ég get sagt ykkur það, að fiskfélagið langbesti veitingastaður í Íslandi þegar kemur að sjávar. Og þarna þú sammála. Símon, sammála og sammála. Fish Company. Sjávargrillið. Félagið. Já. Er sjávargrillið ennþá fjölskyldu eitthvað? Já, það ekki. Gúst það. Það fallegt, sko. Ég finnst það frábær staður líka, sko. Og ég sjá að grilli líka, sko, en... Já. Heyrið það, hádegistilboðið á fiskudagsinn. Nei, á þarna fiskudag á sjágrillinu. Já, eitthvað fiskudagsins dæmi. En fiskfélagið bara, ég fara þarna með ferðamenn, ég fara þarna, ég og mamma fara þarna alltaf saman. Og bara... Ég fór þetta einu sinni, þetta mjög gott. Og ég ekki mesti fiskgæi heimi, sko. Já, það verður að tala um gravlaxinn og eitthvað svona, þú veist. Þetta einhver stemming. The cured salmon. Já, they're Gravlax. Gravlax. Ói, bara greipvæn blaðamenn, óbærlegt. Fullkomlega. Eru þið besti brönnsinn? Já, besti brönn, who cares? Allavega. Kastrúp, eðlilega. Opið hann það? Já, hann opnaði aftur. Samingu er það? Nei. Það var tekið við. Jæja. Minnst þetta alltaf flottist þar? Flott brand. Dúkalagt, við þurfum að kíkja hanga líka. Hvíti dúkar. Veistu hvað ég tengi við hvíta dúka þegar ég fer að veitingastað? Hreinlæti, já. Og ágavíti. Hárrétt. Þetta er ekki sammála. Jómfrúin. Já. Bjór, einhver svona bjór, túborg. Mjög háu glasi. Já, einmitt, já. Þannig að við erum svo vel synkað þetta. Já, og svo er náttúrulega þú veist eins og snapsna var alltaf þessu deild. Já, snaps og ERN bara. Já. Besti ísinn. Það er Scoop 4 ári í röð. Þeir elska Scoop í þessu blaði. Já. Ég gæti ekki dæmt bestu ísbúð. Ekki ég. Ég geta. Ísbúð á háletusbraut og sigurlaus ísinn. Halló. Já, hann er bestur. Geggjaður. En þú veist, að fara á Scoop og fara svo á eitthvað annan stað. Nei, veist það, bara, þú veist, líka ég með laktósóþol og eitthvað. Þetta er mjög allt fyrir að fjanda sem er í þeirri dómnum. Þú veist, Omnum er raunsöft. Ég fór eins og fekk mér ís það. Það er alltaf læg. En, heyrðu. Ég vil samt bara gamla góða kjörís úr vel. Ángríns. Það er bara samt að snýstum. Já, ég vil bara Guðrún Hafsteinsdóttir. Við þurfum ekki alltaf að gelato og eitthvað. Gefið mér ísinn. Já. Heyrðu, ég ætla að leyfa þér að giska næsta. Ok, spennandi. Best late night bite. Kallinn. Það hlýtur að vera Arabian. Þarna, arabíski. Heyrðu, það er eins upp. Ok. Já. Best late night. Hvert fer þessi? Hvert fer Svensson?
Já, eða blaðamaður. Eða blaðamaður Grapevine. Eða Óli Dóri. Ég ætla að segja að DeVitos í Runner-Up líka. Ok, DeVitos í Runner-Up. Ég veit það ekki. Ég bara alltaf komin heim Blackouti. Þetta svolítið, já, ég veit sama hér en sko, hér þetta svona 10 ára pæling fyrst mér, hlöllabátur. Comeback, ég skal segja það, ég fór hlöllabátun daginn, reyndar í Smáranum, ég hafði í Hagasmára, í Kópavogi. Það rándýrst nú að fara í Smáranum. Hvað var gott. Sumir tala þetta sé hafi versnað, ég ósammála. Ég hef alltaf fílað hlölla, er búin að gefa í. En ég var bara orðin svolítið þreyttur á röðinni. Já. Og ég var þreyttur maður fer inn þá eru svona fullir ungir jakkafata blazer-gaurar alveg onni manni. Þetta tala hérna niður í bæ. Þegar maður fer niður í bæ, já. Ég fer bara í Hagasmára. En ég samt kann að meta hlölla, það ekki það. Það líka þetta að fara á bústaðveginum, það sem að ég sjálfar. Já, það lúa í Kópavoginum. Geggjað. Veistu hvað, það var líka geggjað hlölli, það búið að loka þar. Þar sem að litla kaffistofan var. Þar einu sinni stoppaði ég var að keyra pappa á sumbústaðnum. Og ég sagði, pappi, ég ætla að bjóða upp á hlölla. Já. Hann sagði, hvar? Hann alltaf æstist alveg. Alveg, fýraði. Hvar er þetta að fá hlölla? Ég sagði, haltu þér. Og ég gef stefnuljós, ég er að keyra niður þarna, ég er að keyra þarna niður þarna, bókstaflega, ég er að fara að beygja. Hvað heitir það, Svínaskarð, niður við, komin ég á heiðinni, gef stefnuljós og pappi sér, er þetta ekki litla kaffistofan? Já. Ég segi að pappi, haltu þér, annars lengur. Haltu þér, fastar. Herru, fyrir minn, hlölli. Já, það er ekki. Og lokuna þar, samt. Sko. En þar fekk ég einn allra besta línubát. Já, línubáturinn er góður maður. Og gaf pappa, splæst á pappa línubát, þarna sátum við feðgarnir. Þetta bara svona greinilega minning. Við Þjóðveg 1, kjammandi á einum hlölla. Tveimur línubátum. Kjarnaminning greinilega. Kók síró með. Já. Sko, litla kaffistofu, já. Nú er bara búin að loka því. Ég ætla að segja að það er svo mikil synd. Já. Að það gæti verið flottur samlokustaður eins og hlölli. Ég er svo hlölli átt, já. Já, og bara básar. Fólk var eitthvað reitt, já, og veistu það var líka svona myndir af, svona gömlu myndum af fólki, þú sem var að koma þarna, svona rútukallarnir og þetta, það var virkilega góð stund sem ég átti við pappa þarna. Við erum ömuleg í Þjóðveg 1 pælingum. Já. Það er bara þetta ömulega eins og við erum í raun og verið í svo mörgu öðru, sko. Hvað heitir þetta sem stoppa allir litla akureyrar? Ertu að tala um á Staðarskála? Staðarskáli. Já, sem er bara N1 í dag. Það er bara eitthvað svona. Þú veist, það vantar eins og Staðarskáli var ekkert smá sjarmerandi. Það er reyndar, ég skal segja það. Þetta ég man ekki hvað hann heitir. Það eru einhverjum sem verður brjálað núna. Þegar keyrir fram í Staðarskála og ert ekki leiðin og norður, þar er staður sem að fólk stoppar sem heitir eitthvað Gerði. Ekki, nei. Það er bara svona alveg old school. Gerði. Já, það er mitt, já. Og þetta er bara svona algjör legendir í ennþá. Svo er einhver Míka. Já, en þar stoppa fólk og fæði sér börgjur og þetta er bara gamla hefur ekki breyst nýtt. Ok, þannig að við erum með eitthvað. Já. Ég ætla að stoppa þarna næst yfir norður. Já, mér finnst vanta, svo litla kaffistofan, fullkomin staðsetning. Fullkomin staðsetning fyrir 2 feðga að koma maður að nálgast Reykjavík og maður svona. Ætla aðeins að fá sér hérna í. Þú veist, bensín og hlölla. Já, sitja bara einhvern veginn góða feðgastund. Það verður einhver að fara að gera eitthvað þarna. Það er alveg að hreina. Það er allavega, já. Við höldum að fram besta mathöll, það er nú alltaf bara the same shit. Pósthús. Já, sem er sennilega best. Ég segi, Reykjavík Reykjavík, takið ykkur takið ásinn upp í Kópavog, Hagasmári í Kópavogi, það sem er Smáralindin er, og kíkið í mathöllina þar. Garðin. Talandi bestu mathöllina. Hann er ekki sem rannur satt. Auðvitað ekki. Þetta er náttúrulega lið, svona prumpufílu blaðamenn, sem að geta ekki stíði fætur one on one. Og ef þið fara út í bænum, þá farið að Seyðisfjörð. Já, spot on. Þetta er svona típan sem að fólk heldur örugglega við séum smá, en þetta... Bara alls ekki. Alls ekki. Ég er Hagasmári. Ég bara og Mostli. Gera sér glaðan dag í Hafnarfirði líka aðeins. Og náttúrulega ólst upp í Garðabæ, það er svo, eða semi. Heyrðu, við erum með best family restaurant og ég veit aldrei að fara að gíska þetta. Nei, mér er líka alveg saman. Ég ætla samt að gíska. Er það, eigum að segja fjölskyldu staðir, ég myndi alltaf að segja Herifórðarsundum. Já. Það verið mitt mat. Já, eða IKEA sem er runner up. Þau fóru alltaf í Garðabæn.
En family restaurant ég veit ekki. Þetta ráðagerði veitingahús niður á Seltjarnarnesi Víðigerði, þetta komið, takk Símon Víðigerði sem að þú stoppar út á landi þetta er náttúrulega lága á mér takk, nei Víðigerði, mælið þú með því? Old school stemming hefur ekki breyst neitt ég hef stoppað hana allavega, þannig að það er ráðagerði ég segi bara, takk ykkur takk kæru blaðamenn, Grapevine or listen to me, ég ætla að setja á ensku þannig skilji bara make sure that you go to Hereford for the next running up and Garðurinn in Smáralind, the garden nú skilja því best takeaway Mijita eða Mijita fyrirstum þetta, aldrei þetta er eitthvað kolumbíst delivery only ég veit ekki, ég er hrifinn má skoða það, tjekkum að þessu þetta getur vel verið að sé eitthvað besta pizzan who cares það er Flatey og Baka þeir elska Baka já, ekki lengur samt. Ég held að sé samt ekki aðeins búið já, núna er þetta bæði bæði Flatey og eitthvað ég hugsa að Ari fái næsta besta bakari það hlýtur að vera talandi hérna er heilsuauglýsing frá 280 það er heilsuauglýsing, það er verið að vinna sér í haginn fyrir næsta ár eina leiðin til að komast inn kaupa heilsuauglýsingu besti vegan burger Le Coq best Indian ég meina það segir sér sjálft ef að best goddamn restaurant er ógeðslega skrítið það var svona það væri bara Gandhi nei, það er Austur-India og þetta finnst mér alltaf mjög áhugavert og þetta er 4. árið í röð sem þessi staður vinnur best Chinese er það Nings? Nei Nings í Hagasmára? Nei. Það er Fine á Rauðarárstíg það er þarna hvað með Phoenix? Hann er runner-up er Phoenix runner-up? Já. Ég sé þetta mynd af sushi sem ég get sérstaklega kýmist en ég læt það líka það er samt þetta er japanskt Heyrðu, best Thai þeir elska hann að stað hann er alltaf búin að vinna þessi líka það er Bantai Heyrðu, ég get sagt þið það var einu sinni maður sem var að blaðamaður mjög virtur blaðamaður í þarna í veitingahús gagnrýni einhver staðar í Bandaríkjunum ég ætla að segja bara New York Times að það hafa einhvað fyrir en þetta er eitthvað mjög virtur flott, hann var að koma til þess að fara að borða dill kvöldi áður fer þessi herramaður og fer eiginlega bara svona óvænt inn á Bantai og fær sér að borða labbaði út og sagði þetta er besti thailenski veitingastar sem ég fara á í heiminum og þetta er líka eitt flott þetta er geggjaði staður þetta er eins og vera bara hefur farið efri hæðina ég fara starfsmannafyllir þar, ég veit það í gamla daga þegar ég fór, ég veit ekki hvert að segja þá þarna var þetta þannig, sko, að þú fórst í lönns þarna það var svona púðaherbergi til þess að fara að melda geggja þú veist fá sér smá red curry og leggst bara púða bara og fara sér í púðaherbergi geðvikt allavega herru best lunch, það er Chibo Amore, alltaf hreinu því best out of town matöllin í Garden, Hagasmári nei, þetta er meira út af heyrðu, og þú myndir náttúrulega væntalega er það North það er North? Nei. Væntalega er það rétta svarið auðvitað rétta svarið það er bara runner up veistu það, þetta er svo mikið skítapakk ég alveg verið talað, nei, ég get sagt þið það sko ég á ekki til orð runner up, og hver fekk? Ekki gera mig reiðan sko, þú verður að halda það svo fast já, ég ætla að gera það núna, spennið sæti sólar Hótel Húsafell nei, ég brjálast ég á ekki til orð að þeim ólustuðum ég á ekki til eitt einasta ert að segja mig það að blaðamaður Reykjavík Grapevine hafi ekki meira smakk en það að hann seti North sem er eitt besti veitingastar á landinu sem runner up fuck off til að gera pláss fyrir Hótel Húsafell ég á ekki til orð þetta mennir ekki ánægum nei, nú fíkur ég þarf að fyrir ræktina eftir og taka þetta út á lóðunum já, eða bara senda á mail ég hugsi ég gera það líka bara are you insane bara er fyrirsögnin herðu ég ætla að skrifa grein eins og mun kom fram á eftir það er orðin greinahöfundur já, þú er orðin flottur greinahöfundur best suburban það er sem sagt útkvæðin þá það er ekki Garden það er fússi sko já, þið velja tilveran já,
Það er bara frábært. Ég alveg ánægður. Það er bara að rífa þetta blað niður. Heyrðu, við skulum skauta yfir í drykkjudæmi. Af því það er eitthvað besti pólski maturinn who cares. Best date night, vínstúkan og ég get alveg tekið undir það. Já. En þú veist, já, okkur þekki við eru glóða marga til þess að hægt að vera í friði á einhverju deiti. Ég vil ekki geta að fara á deitanga, en ég skil meininguna. Já, einmitt, 100%. Sko, hjá mönnum eins og okkur að fara á deit er eiginlega bara svona hótelbarir sem enginn fer á. Hótel Húsafell til dæmis. Beint þangað á fyrsta deit. Heyrðu, drinking and nightlife og það var að best goddamn restaurant. Nei, þarna bar segi ég og þú getur giskað á það. Þú veist alveg hvað það er. Hvað segir þið? Besti goddamn bar. Goddamn bar. Þú veist hvað það er. Fuck off, maður. Ég er ennþá svo reyður, ég er fjúmar. Já, þú ert nú ekki ánægður með þannig heldur. Herri, best goddamn bar. Þú getur alveg giskað. Ég var að segja best goddamn röntgen. Það sjálfsög. Þeir elskar röntgen. Þeir segja prikið. Veist, ég veit ekki. Prikið er svona góð bar. Já, en sko, minnst hann er orðið miklu betri bar heldur en að vara hann tímabili. Já, hann er meiri svona pub núna, já. Já, hann er meiri pub, já. En þú veist, það er náttúrulega bara bar, þú veist. Það er ekki eitthvað svona klúbbur. Heyrðu, best place for live music, Iðnó, ég get tekið undir það svo sem. Hvað með hús málarans? Hvað er það? Mála menningarna? Já. Þar er fólk að söngla alveg á full. Já, það er alveg stemming það, sko. En, heyrðu, besti sportbar, hér fær... Ok, hér ætla ég að fá að eiga mitt tek. Ok. Besti sportbar. Ok, er það Nína? High runner up. Ok. Viltu við það? Já. Just winging it. Á Snorrabraut. Ég vissi ekki sem það verið sport. Það geti vel verið flott. Já, ég geti kíkt á hann. Þarna mætti stúkan vera sem runner up. Já. Ég var mjög ánægð með stúkuna. Já, það er á næstari. Já. Það er ekki að tala um vínstúkuna, það er að tala um stúkan sport. Já, stúkan sport. Þetta hér getur orðið algengum miskilningur. Já, ekki fara fyrst fólk. Svo bara Óla bara með einhvern hæalleilan og Steinar bara heilin hér á einhverju handboltaböllum. Hafi ekki séð eitt leik. Sko, það var sko fyrst, það endar á fyrsta deiti á sko stúkan sportbar. Óla reynda fylgist með, hann er City maður. Ég veit það. Minn maður. Hann er í öllu. Hann er geggjaður. Heyrðu, best outdoor drinking Bodega. Tekur undir það? Já. Á sumardegi. Já. Ógslæma sakna samt bílastæðana þar. Nei, tjók. Það er alltaf. Heyrðu, best wine bar. Giskaði nú einu sinni. Best wine bar? Já. Er það ekki bara vínstúkan? Já, sjálfsög. Og Runners Up er þarna ósamalega það? Nei, Port 9. Og Starja? Port 9 og Uppi. Já, Uppi þarf maður að fara meira. Ef ég drýf niður fyrir læk, ég bara fyrir þetta er langt niður fyrir læk. Þetta er meiri segja bara Vesturbærin. 1,5 kilometri tæpur. Þú ert komin í Grjótaþorpið, þú veist, Vesturbærin basically. Heyrðu, best craft bar. Eru craft bar ennþá til? Já, eitthvað aðeins. Þeir lokuðu Kópavogi. Skúli. Er það Skúli? Rétt. Þeir taka Lemmy sem craft bar. Nei, það er ennþá að byrja Kópavogi. Ok. Mjög næs. Microbar hana. Já, mjög næs. Þannig að Reykjavík Brewing Company, ég hefði nú haldið með þeim því að þeir selja bjór take away, kipu selja beint á bíli. Já, þeir selja beint á bíli sem er ólöglegt en ætti að vera löglegt. Já, þeir mega að selja Sefin. Já, þetta skrifir rétt átt. Og já, það sem maður var að segja fólk heyra það ekki, er að hvað sagði hann? Litlir áfengisstaðir mega að selja vín. Já, sem að sérstaklega brugg og þeir ætti verið í fyrsta Reykjavík Brewing í Tónabíó af því að þeir selja to go. En hver að vera fyrsta? Skúli við mitt. Sem að er mjög næst líka sko. Smá prumpluttar. Að sjálfsög. En það er bara einhverjum súrbjór Mál er, tolerance hjá mér ég get alveg haft tolerance fyrir því að fara þunnur two guys sem enginn ennir að þannig sé afgreiða mig. Nema þeir sem gera hamburguna, þau gera það alltaf með brósofur. Það getur settir. En það er mikið hjarta og sál. Mikið hip-hop og næs. En ég get alveg setið þar að sem að barinn er bara eitthvað hann er ekki nennan, eðlilega þú veist það er efstu bara hlem, þú veist setur einhvern bar þar þetta er bara kósi. Já, en ég hef engan tolerance fyrir það að fara svona prumpufílu bjórstaði þar sem er einhver maður með mikið skegg mögulega með einhvers konar svona þú veist, einhver svona smá ég veit ekki, þetta er bara supputuska þeir hafa alltaf verið fúlir sem hefur aldrei áhuga á að afgreiða mig það finnst ég einhvern veginn ekki vera því ég byrði einhver svona áttu það sem er næst kemur lager og þá fæ ég bara sko, ég hef ekki tolerance fyrir ég hef ekki einu sinni lent á einhverjum sem er ekki fúll á skóla nema það Víkingur var með það þá var það brósavör það var ég, Víkingur Árni Vill og líka langt síðan heyrðu, best happy hour það hlýtur að vera veða það er veður besti happirinn á Íslandi það er
Sammála því. Þótt við að vera að leita. Og í raun og veru barinn segi ég, en það annar mál. Og þetta náttúrulega lengsti happy hour líka. Já. Á Íslandi. Því lengra sem betra. Já. Hvað happy hour langur? Já, en ekki frá 3 til 8? Frá 2 til 19:35. Frá opnum. Happy hour cocktail happy hour frá 19 til 21. Það bara happy hour allan daginn, basically. Nice. Þannig að það bara gefið beint á viður. Svo best bar to start the night og það eru 2 staðir sem vinna saman. 12 tónar. Ok. Ég hef aldrei fattað þetta 12 tónar blæti. Ég fíla það. Nei, sko, á sumardegi að fara í garðin á 12 tónum með æði. Nei, þetta alveg svona fullkomið bar til þess að fara einn á og chilla. Já, en að byrja eitthvað jamkvöld, veit ég ekki. Nei. En æðislegur staður, ég elska hana stað, sko. Og svo bingo. Ég get alveg tekið undir það. Það get tekið undir, það stemning. Og þú getur líka grípið í einhver svona skemmtileg spil eða svona stóran hóp og eitthvað. Það algjör stemning. Og út í svæði. Það eiginlega að vera duglegur að fara þarna. Það eiginlega að vera duglegur að fara á barinn. Góðum stað fyrir okkur. Já, ekki fyrir 7. mars. Ekki fyrir 7. mars. Best bar to end the night. Best bar to end the night, ekki bara kaffibarinn? Ekki fólkið þar? Hann kemur hérna nummer 1, en svo annar sem með. Röngin. Hann runner-up, lokar samt 3. Já, þá á þetta ekki að vera þar. Ertu að enda kvöldi klukkan 3? Nei, ekki ef þú ert að enda kvöldi. Heyrðu, svo sem vinnur með kaffibarnum Kiki Queer Bar. Já. Sem að loka líka 3. Þetta ekki bara ein? Þeir loka 5:30. Já. Ég held ándjóð samt að þetta séu bara eiginlega 1-2 barirnir allavega hér á þessu svæði sem opið til 4:30. Það er allt eitt loki. Hax, já. Heyrðu, ég tók eitt hring på djóki á leiðinni heim þarna, þetta náttúrulega bara fárálega staður, sko. En það opið lengi, þetta fyrir krakkana, sko. Já, þetta greipar kíkir ekki á þarna. Nei, sjálfsög ekki. En það rétt, já, þetta deyjandi list að vera með opið til 4:30, sko. Ég man, þegar ég var að vinna á Prikinu í gamla daga, og ég tala ekki Kjúpar líka, við vorum opið til 7. Já, það alvöru. Já. Mér finnst það að gegja. Það var bara síðustu spýtt fríkunnar. Það þarf einhvern eitt svona. Já. Það eitt svona eins og þarna Hong Kong eða eitthvað sem þarna í King Kong eða eitthvað sem í Kaupmannahöfn. Já. Við bryggjuna. Já. Það staður sem opinn allan sólarhringinn og þar bara endar þú á að þú ert algjörlega lamaður. Sko, ég vil stað sem opnar á Fös og lokar á Mán. Já. Þú vilt Berghain. Já, en það ekki eins og vera já, í sjálfu sér, en það getur eitthvað reif. Einu sinni var ég á geggjum stað í Kaupmannahöfn sem við Dungel og þar Óli Hjörtur kynnti mig fyrir honum. Svo flytti ég til Danmerkur og ég var þarna London og það var þannig staður að hann sem sagt var opið, það var svona house techno staður, ógeðslega skemmtilegur samt og það var svona ekki það stór með neðri að þess sem var smá dansgólf og svo voru það svona, það var smá hommer í þarna en svona cool hommer í. Þetta var svona hipster hip-hop hommer. Þú veist, ergo ég. Já, og þarna var ég algjörlega að dansa diskodans í stuði svo svona 10 litið en svona 9, nei, ok, nú er ég ekki kannski svona 8 litið jafnvel fyrr, örlítið það lokaði henni klukkutíma morgun, já, lokaði henni klukkutíma þá fórum við hinn að byttu bara einhvern annan bar, fengum okkur sem á morgumat það var alltaf bara hellar, þetta er langt síðan ég var 20 sniðugt, þú veist, við erum að tala í mig 21 það fengið sér smá, morgumat örlítla spýtlús svo bara þrýfið þau í klukkutíma barinn og þannig fengið að halda leifið bara reset já, resettuðu barinn, opnuðu aftur þetta fannst mér gaman og opið þá bara til aftur ég myndi náttúrulega láta lífið í dag en er þetta þá bara svona bara hverjum sólarhring basically? Já, þú veist, það er 5 föstu lögur en það sé ekki flott það bara, svo bara slöknaði músikinn kveitt ljósinn, gera svo vel, drífa ykkur út farin og fá ykkur smá þú veist, fá ykkur smá egg Benedikt fá ykkur egg Benedikt, örlítið spýtt drífa ykkur svo afturinn en pældi líka hvað fólk svo fórum við í Hommeri aftur já, og ekki lengur þetta var Hommeri orðildi vilt þannig sem kom egg Benedikt í magan já, það er betra heldur en ekki og ekki hvít í framan lengur nei, þetta er hans upp já, minnst þetta brilja svo bara heldum við áfram að dansa við látum þetta listan okkar ógeðslega gaman, ég get ekki endið ekki þetta nei, við erum bara með svona já, þú veist, ég myndi eins og segja láta lífið já heyrðu, nú erum við komin inn í enda sprettin best place for cocktails ok, vá eigum við ekki að segja bara, er það ekki bara strákarnir okkar á
Jungle eru ekki einu sinni runner-up. Jungle ekki, þeir okkar menn hafa ákveð að kaupa ekki auglýsingu. Ángríms af því að seinustu 3 ár hafa það runnið og núna eru ekki einu sinni að lista. Já, þarna hefur Jónas og Kó ákveð, við ætlum ekki að taka þátt í þessu menningarrugli. Já, þessu gíslitöku og það hefur greinilega, það hefur skilað sér. Ég segi bravo. Ég segi bravo líka. Ég myndi... Og það segi bravo fyrir því að vera ekki að þetta er geggjaður staður. Þetta er Jungle er bara geggjaður staður. Hver fær þá eiginlega? Daisy er í runner-up. Fair enough. Gilligog, það er orðið svona úlingastaður, þannig ég veit ekki alveg hvort að, en hann er runner-up. Okay. En staðurinn sem vinnur er Amadon. Já, ég menna ekki. Jú. Þetta er bara best place for cocktails. Já, og það er geggjað fyrir cocktailana. Já. Jú, þetta er skuldlaust. Já, flott hjá þeim. Veður kannski runner-up? Nei, Veður ætti að vera runner-up. Nei, ekki. En kannski á næsta ári. Já. Hörðu, best date place. Ok, var það ekki uppi? Var ekki einhver date place með vinstúkan? Það var matur, held ég. Það er svona drikkjar eitthvað. Hörðu, það er uppi og svo er runner-up Bíóparadís og Vinstúkan. Bíóparadís og Vinstúkan. Og þannig að svo einnig í lokin best newcomer. Það er Osteria Bari. Mást ekki Osteria, það sem nonnabiti var eins og við mættum að kíkja þanga og svo er runner-up Stúkan sem er sportbari. Það er newcomer. Nær Stúkan? Drífa Stúkan? Flott. Ánæður að þið náða blað. Flott er það. Og þá er það komið. Þá er þetta komið okkur. Já, og sko ég ætla að segja þetta er betra en hefur oft verið. Já. Þetta er við fréttum á þann að Óli Dóri sem er miðbæjarlegend hérna í bænum, að hann hefði verið í einhverju fússi fyrra yfir þessum lista sem við vorum líka, ég meina eðlilega ég er líka greina höfundur, þannig að ég skil hann og hann hefur hann lét í sér heyra og þau með eiga það greifann að þau svöruðu kallinu og fengu hann bara til að færa í dómnefndina með. Næsta ári það hefur skilað sér. Næsta ári fyrir við ætlum að skrifa e-mail og við ætlum að segja að það hefur fáránlegt ef við fáum ekki að vaðum bæinn að smakka hér og þar. Ég svo myndi vel að nenna því en það er annar mál. En sko, ég veit ekki en svo líka bara erum við að fara að byrja með okkur eigi þannig að það er líka bara. En sko, Svenni klukkan er orðin 12 sko, þú varst að skrifa banger grein en mér langar, ég er að spá því þú strax byrjar að fá mikið feedback á greinina eigum við að taka hana vel fyrir. Já, en ég þarf samt aðeins bara rétt að snerta á þessu sko. En það verður svo gaman að því að fólk er að senda þér bara pepp úr öllum áttum því að Svenni skrifaði grein. Sven skrifaði grein og það er þannig að Víkinguvinur minn sendir á mig í gær og segir oh my god Svenni, þú þarft að hlusta á þannig er ég bara að þrífa heima um mér og hann segir þú þarft að setja núna rakleiðis á Ísland í bíti, neða þarna Ísland Reykjavík síðdeis á bylginni því hann segir hér er einn trönda að tala. Einhver skvetta? Já, og það er sem sagt máli Elli sem er með Sandi og Arnar og Elli eru með Sandi meistararnir. Hann skrifaði raun og veru grein og var bara tala um þessa forræðsíkju sem að það er að við séum ennþá með ríkisverslun sem ÁTVR sem er mín skoðun og er búin að vera lengi og við vitum hann öll margra og það er leggja þessu stofnu niður í raun og veru bara í sinni mynd algjörlega og losa sér þar við óþarfi starfsmannakostnað og svo framvegis. Svo er einhver lýðheilsufræðingur og læknir með fordóma á Vogi sem heitir Lára og hún eitthvað skrifar á móti og skrifar svona og hún er svona mentarhrokafull. Hlustar á þetta viðtalega? Ég veit ekki, kannski fyrir næsta þátt kem ég hlaðin. Já, af því að þú veist og þetta var Víkingur, hann vissi hvað var að gerast, hann sagði þarna ætla ég að fýra upp í salinu þarna ætla ég að setja að raka upp í raskæta á hann skemma kvöldu. Ég hlusta á þetta viðtal við Láru og Ella og hún er þarna alveg bara menta og hann var geggjaður í þessu viðtali. Hann var líka þau voru saman hana og hann var geggjaður og hann er í raun og veru að mínum að þið jarðaði hana. Frábært, ánægður að heyra því ég var í ein, það er ósanngjarnt. Það hefur verið fráforlegt og þar hefði bara slögt á og hún er svona hrokafull og hún eitthvað, þú búin að lesa skýrslu þarna World Organization Health Organization
og fór eitthvað svona vitni og hann bara, já, ég búin að lesa þessi skýrslu og þú búin að lesa skýrslu það sem þau tala og hún fer hún fer að tala áfengi og fleira að þetta sé sem sagt að það við auki svo rosalega mikið áfengisneysla af fólki og svo byrjar hann að vísa einhverja greinar og vísa í einhverja niðurstöður frá árið 1994 þetta var svo galnar pælingar en Elli var bara eitthvað Elli hann var alltaf vel lesin og hann bara ekki, já, ég búin að lesa þessi skýrslu og jarða hana bara jarðaði kaffi gerði þetta og jarða hana bara þannig að hún átti í raun og virkið róð en var samt alltaf dálítið að reyna að tala niður til hans en þú veist, eiginlega þið verður bara að hlusta þetta er að bylginu Reykjavík síðdeis, Lára og Elías á Sandi hlusti á þetta að ég fann mig knúin í gær til þess bara að skrifa grein Já, þú gast ekki, þú veist, láta þetta kjörleika, þú þurfist bara svona að koma með orðið bæð. Ég hendi aldrei bara, þú veist, þar þurfum við að vesla af ríkinu vín. Veist, og það er bara inngangspunkturinn, svo með þeir lesa sem lesa. Þú ert alltaf búin að vinna í þessum geira ógæslega lengi, þú ert búin að vera á alls konar stöðum og þú ert búin að vera nálægt þessu. Ég er ekki að tala bull hér. Ég er að segja það, þú ert búin að vera nálægt þessu alla þína ævi og sérði í rauninni Síðan 2004, 10 árum eftir að hún fór að vísa í greinar. Já, nákvæmlega. Og þú veist, það sem að mitt teiki í þessu er alltaf ég bjó í London í 3 ár og bara það geta farið á geggjað svona búð, vínbúð eða áfengisbúð, það sem er einhver sérfræðingur og með þetta sjálfur og er sjálfur að velja og já, fjölskylda minn býr í Dúr og Valli þannig að ég er að panta þaðan Sko Danni, við skulum hafa eitt á hreinu, það er algjör tímaskekkja að við séum ennþá að láta ríkið ákveða það hvers konar brennivín ég ætla að fá mér 100% og að þau séu að ráðast svona mikið á þá sem er að reyna að gera líka fram inn á þú veist, það sem ég líka hugsaði að vera líka, það er þessi boðabönn og annað og við höfum alveg talað með þetta áður að þessi boðabönn þegar kemur sérstaklega að víni það þýðir það bara að fólk fer í felur með hlutina og við erum að horfa á eins og við talaðum, við erum að horfa á kynslóð fólki, ég meina 60 ára og pluss þetta er allt saman mjög fólk, þetta er fólk sem er hræðilegt í glass drekkur í skömm heima og ástæðan fyrir því er vegna þess að hún alltaf máttur ekki að bjóra tímabundi svo máttur heldur ekki í raun og veru kaupa hvað sem er, vöru úrvalið var svo takmarkað og ein flaska mánuð og það var þannig að fólk var bara skvetta í sig hverju sem er í staðan fyrir það að kynna svörunni læra hvað þú ert að drekka þú ert með fagfólk sem er að aðstoða þig og við það að velja hvað ætlar að fá þér á börum til dæmis auðvitað byrja umganga svörunum bara meiri virðingu sem að þýði það að vandamáli verður miklu minna heldur en að þú ert að skvett í einhverjum gambra hér og þar Já, og þetta á að vera Þetta vill Lára gera þetta vilja lýðheilsufræðingar á Íslandi gera Er ekki önnur vandamál sem hún getur vaðað í? Jú, svo fór hún að vísa það eru 200 sjúkdómar sem að koma að brennivínsneyslu og fór alltaf að vísa Var hún í yfirþyngd? Nei hún fór alltaf, þetta er einhver lýðheilsu Nei, ég er að segja sko, því það er stærra vandamál, skilur við. Nei, hún er haldið, þetta er kona sem að er örli öllum aktivitetum sem þetta er að finna, en mun deyja af völdum álags og stress af því. En sko bara hún drekkur örglega ekki, en það sem ég er að segja er að og þá vill hún að engin annar drekkur, þetta er all típist. Já, en hún fór samt að líka velja, hún fór að fara í svona það er 200 sjúkdómar sem að þú getur fengið að því að drekka vín auðvitað vítum við það en við þurfum líka, og ég seg bara með frelsi kemur ábyrgð, lesi þessa grein þarna fjúmaðu kannski verður eitthvað það er að rigna inn feedbacki á Áslaugu Arna komin hérna já, liðið er alveg bara brjálað og við förum aðeins betur yfir sko, leifum þess að gerjast malla í viku en lesið greinina farið og hvað brenna vísi.is googla bara hvað heitir greinin aftur það mann ég ekkert það stundur svolítið erfitt að sko finna greinar á vísi þetta er alveg vonlaus leitavél af hverju það ríkið að selja mér vínið, spurningamerki af hverju það ríkið að selja mér vínið spurningamerki við heyrjumst á næstu viku herri, takk fyrir þáttinn hlaka til að heyra við þurfum að finna eitthvað að gera ég þarf að fyrir bíó, ég þarf að finna mér eitthvað sem ég get tala um við gerum eitthvað það er alltaf gaman herri, bæ